Guðfinna, nú að ljúka fyrri hluta Heiðmerkurhlaupsins, 12 km hlaupinu Ríkishringurinn og 4 km hérna á eftir. Segðu mér aðeins, þú ert frá skógræktinni hérna. Hver tilurð þessa hlaups? Af hverju ákváðuð þið að fara að halda þetta hlaup hérna? Heiðmörk 70 ár í ár. Já. Og þetta svona einn af þeim viðburðum sem voru á afmælisdagskránni og við erum eiginlega heppin bara að þetta annar viðburðurinn á árinu sem við getum haldið. Það náttúrulega bara mjög ánægjulegt að þetta tókst. En það sem kannski líka gaman að minna á að Heiðmörk í upphaflega var hugsuð sem svona griðarstaður fyrir Reykvíkinga, skemmtistaður og lýðheilsumál. Þannig að hugsun á fólki í byrjun, það var algjörlega að hugsa Heiðmörk sem lýðheilsumál og þess vegna finnst okkur náttúrulega svo ánægjulegt hvernig höfuðborgarbúar eru að nýta svæðið, hvort sem það eru hlauparar, göngufólk, hjólafólk og svo framvegis. Og þannig að þess vegna var þetta svona ákveðið að prófa þetta, vera með Heiðmerkurhlaupið, vegna þess að við vitum náttúrulega bara hvað er mikill áhugi hérna hjá hlaupurum og þeir finna náttúrulega áhrifin sem að fær af því að hlaupa í skógi. Það er auðvitað ekki það sama eins og hlaupa kannski inn í borginni. Þannig að það svona bara mjög mögnuð áhrif og við vorum líka að vinna í stígakerfinu okkar síðustu ár. Þannig að okkur langaði líka svolítið bara svona að undirstrika hvað er flottur infrastruktúr hérna í Heiðmörk. Já. Hvernig með áframhaldandi áform? Finnst ykkur þetta vera þess lags að þið getið hugsað ykkur að gera þetta aftur? Það er núna akkurat, það er bara mjög gaman að sjá viðburðinn og allir eru rosalega glaðir og ánægðir að koma hérna úr hlaupinu. Þannig að já, þetta var ákveðin tilraun, en við erum allavega alveg opin fyrir því að þetta gæti orðið árlegu viðburður, já. Já. Hvernig gekk svona að undirbúa þetta og skipuleggja? Það gekk vel og við vorum náttúrulega að vinna með náttúruhlaup sem var alveg nauðsynlegt, þannig að við erum náttúrulega skógræktarfélag en ekki sérfræðingar í að skipuleggja hlaup. Þannig að það var nauðsynlegt fyrir okkur að vinna með hafa þessa samstarfsaðila og auðvitað áskorun að skipuleggja hlaup í fyrsta sinn, það er það sjálfsögðu en ég er mjög ánægð með það að við höfum valið að byrja hér í Rariglundi þess að vildum draga fólkin í skóginn og þannig að það myndi finna svona virkilega fyrir skógastemningunni því við erum alltaf að vinna í að efla skógaruppeldi þjóðarinnar eða höfuðborgarbúa. Já, frábært, takk fyrir þetta. Velunarveiting, já.